Gestur minn í dag Asra Sirnats. Asra tvítug stúlka sem búsett í Keflavík. Hún starfar hjá Apóteki Suðurnesja og með stúdentspróf frá Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Asra aðhyllist múslimska trú og við munum spyrja hana út í trúna, samhliða fordómum sem hún hefur orðið fyrir á Íslandi og ýmislegt tengt trúnni. Ef ég byrja bara á því að spyrja Asra, hvað múslimsk trú? Múslimsk trú í rauninni það sama og öll önnur trúarbrögð. Þetta bara að lifa í sáttasamlyndi, fallegur heilbrigður lífstíl og þessi mjög mikilvæga fagurfræði sem fylgir í rauninni trúarbrögðum. Hún ekkert frábrugðin bara öðrum trúarbrögðum heldur. Af hverju ertu múslimi? Frekar en eitthvað annað? Sko málið að ég fæðist bara í þennan heim sem múslimi í rauninni. Það sem foreldrar mín sem sagt frá Bosníu og það ríkir múslimsk trú og þau fæddust inn í þá trú en þetta gengur bara svona einhvern veginn. Þetta ekkert eitthvað sem ég valdi mér en þetta ekkert heldur eitthvað sem ég læt skilgreina mig sem. Þú hefur búið á Íslandi alla ævi. Já. Hefur orðið fyrir miklum fordómum fyrir það að vera múslimi? Sko, ég fann fyrir því þegar ég var yngri. Ég fann fyrir því að ég var öðruvísi. Ég var ekkert eins og hinir krakkarnir. Ég var ekki ég held ekki upp á venjulega jól. Páskarnir voru ekkert eitthvað þýðingamiklir annað en það var páskaegg. Og ég fann fyrir svona, eins og fermingum og eitthvað svoleiðis, skírnir og svona. Svo þegar fólk komst að því, ég var ekki skírð heldur, ég nefnd. Þannig að það í rauninni skilurðu, ég fann fyrir svona, ég var öðruvísi. En svo náttúrulega með aldrinum, þá fór ég að upplifa þetta aðeins meira. Þá fór ég að átta mig meira á því hvað væri að gerast og af hverju ég væri öðruvísi og hvernig fólk liti á, sem sagt, bara múslima. Og ég hef í rauninni ekki lent fyrir miklu bara svona fordómum eða ekki svona beint í andlitið. En ég hef alveg fundið fyrir því á netinu og bæði þegar ég fer og ég tjái mig sem sagt, þessi málefni sem skipta mig máli. Svo sem trúarbrögðin og trúin mín. Þá ég hef alveg fengið aðkast, sko. Hvað fólk að segja við því á netinu? Fólk hefur, sko, ef við nefnum eitt dæmi, þá hefur það sendt mömmunni skilaboð, persónuleg skilaboð, að vera ekki alveg upp annan Breivík hér á landi. Það ég held að þetta sé eitt besta svona umvelið sem situr eftir í mér. Að það að vera alveg ekki upp annan Breivík hérna á Íslandi. Þannig að þú lendir svolítið í því að fólk sé kannski að líkja því að þú sért múslimi við mögulega á sér hryðjuverkamaður. Ég lendi alveg óspart í því, sérstaklega á netinu, þó að þetta sé ekki bara beint sagt við mig, þá finn ég rosalega mikið fyrir því á náttúrulega bara fjölmiðlum og samfélagsmiðlum hvernig það sem sagt, hvernig þessi hræðslu áróður hefur mikil áhrif á bara þessa umfjöllun og þessar samlíkingar. Það alveg gríðarlegt. Hvernig hægt að bæta úr þessu á samfélagsmiðlum? Það auðveldlega hægt að bæta úr því með því eins og bara með því að æðri settir og hærri sett fólk og jafnvel fjölmiðlar fara ekki að hlutgera sko einstaklinga eftir svona staðalímyndum og nota ekki fyrirsagnir einungis til að veiða sem sagt glugg. Þannig það bara, það í rauninni það eina sem ég svona sé sem hægt að gera eitthvað í þessu. Það bara það hvernig umfjöllunin að hátta umfjöllunum þannig hún sé gagnrýnin en ekki að hún sé einmitt gerð til þess að veiða út á. Og þá náttúrulega ýta undir hræðsluáróður. Ef þú myndir bara lýsa sjálfri þér, hvernig múslimi ertu? Samkvæmt Kóraninum ég nú ekkert eitthvað svakalega góð múslimi en ég vil meina að þetta sé menningi mín að þetta skilgreinir mig ekki þó ég sé múslimi. Þetta það sem ég alin upp við og þetta það sem ég mun ávallt bera virðingu fyrir. Þetta bara svona ákveðin svona siðfræði sem fylgir náttúrulega hver einustu trú. Og mér finnst gaman að vera hluti öðruvísi menningarhóp, að fá að upplifa annað og hafa þann möguleika að fá, kynna vinkonum mínum fyrir öðruvísi menningarheimum. Taka þær með í ferðalög til Bosníu og sýna þeim hversu öðruvísi þetta Talandi Kóraninn, þegar fólk vitnar kannski í Kóraninn sér til stuðnings að múslimsk trú sé slæm, hvað hefur við það fólk að segja? Ég bara í rauninni,
þú veist, það er svo skrítið að því að öll þessi helgirit byggjast svo mikið á því sama. Þetta er ekkert öðruvísi í Biblíunni. Þetta er ekkert öðruvísi. Þetta eru svona áherslunar, Múhameð, nei, Jesús, þú veist, þetta er allt einhvern veginn, þetta er svo mikið rugl. Ég get ekki einu sinni, ég bara nægingu, þú veist, ég nægum áttum þegar kemur að þessu. Og ég yfirleitt stend bara eftir gapandi þegar fólk vitnar í svona. Því ég er alveg bara, en hvað, þú veist, hvað með hitt? Þegar til dæmis atburðir eins og hryðjuverk eiga sér stað í heiminum og það byrjar einhver hatursáróður á samfélagsmiðlum. Hefur orðið vör við eitthvað svoleiðis að því sé líkt við múslima eða eitthvað svoleiðis? Það er rosalega mikið um það. Ég finn alveg fyrir því og ég skammast mín alltaf jafn mikið þegar það eru hryðjuverkaárásir og sérstaklega þegar tengist öfga trúamönnum, öfgasinnuðum íslamistum eða hvað sem þú vilt kalla þetta. Og ég skammast mín svo innilega fyrir það að því að bara milljónir múslima eins og ég þurfa að gjalda þess. Þurfa að gjalda þess sem einhver ákveðni einstaklingar ákveða bara í einhverju rugli að gera og valda svo miklu tjóni. Og ég skammast mín alltaf jafn mikið að því að mér finnst eins og að því við trúum á það sama og því við erum svo mikið skipt niður heimurinn að við, þú veist, að ég upplifi mig bara sem, ég veit það ekki, ég upplifi sem eins og, þú veist, eins og ég skammast mín fyrir frænda minn í, þú veist, sem er fullur í, ég veit það ekki, veislu eða eitthvað líka. Þetta er svona tilfinning eins og ég eigi eitthvað í þessu en ég er samt ekkert, ég er engin þáttakandi og svo sé maður alltaf þessa umræðu á netinu og þessi umræða er alltaf svo einsleit og byggir alltaf á því, já, allir múslimar eru svona og gera þetta og þess vegna á ekki hleypa þeim inn í landið, þess vegna á að gera þetta. En samt eru þúsundir að deyja og eru bara látnir í Sýrlandi, múslimar líka, sko. Þú veist hvað, út af sömu mönnum, út af sömu einstaklingum. Þessum einstaklingum sem eru að skemma fyrir öllum, sem eru að skemma fyrir alheiminum og öllum þessum hinum milljörðum bara, þú veist, lífernið í rauninni. Er eitthvað í múslimskri trú sem að styður hryðjuverk? Nei, það er ekkert, það er ekki neitt og ég get eiginlega bara staðfesta, það er ekki neitt. Þetta er það sem er að gerast í heiminum. Þetta er út einhverjum öfgasinnum rugludöllum, bara í rauninni. Að þetta eru bara einhverjir menn sem eru bara gráður og vilja bara völd. Maðurinn er mjög gráður manneskja, mannvera og það er bara, þegar fólk fær völdin, þá vill bara meira og meira og þetta er að gerast. Fólk finnur sér eitthvað sem virkar að heila þó, virkar að nota og það í því miður í okkar tilfelli eru þá þessi trú að þau reyna að snúa því einhvern veginn út á það að trúin sé svona og svona. Þetta er bara, þú veist, þetta er bara heilaþvottur. Og þetta er rauninni gerist með öll trúarbrögð. Það skiptir ekki máli hvort þessi kristin trúarbrögð, múslimst, búddistar eða ég veit ekki svona sértrúarsöfniðir. Það getur alltaf farið út í öfgar. Og það er bara, og það hefur alveg gerst í gegnum tíðina. Það er alveg öfga kristnir menn. Segirðu hygglust við fólk á sért múslimi eða hefur stundum þurft að bakka frá því? Ég segi yfirleitt bara hygglust. Þú veist, ef það kemur til umræðu eða eitthvað svoleiðis og ég segi það bara, ég er múslimi. Og það oft svona, kemur svona alveg, what? Svona svipur alveg, ha? Þú múslimi? Þú ert ekki með burku eða hijab og þú ert með bjór í hendinni. Þú veist, þetta er alveg, og ég er alltaf bara, já, skilurðu, þú veist, allir múslimar eru ekki eins. Ferð þú í kirkju alla sunnudaga, skilurðu? Biðurðu? Ertu duglegur að sækjast í svona störf? Ekkert endilega, alveg eins og við mig, sko. Og þá, þú veist, ég hef alveg lent í því að ég var einmitt að skemmta mér daginn og ég kynnist hópa af könum. Og þeir eru bara eitthvað svona spjalla og við erum eitthvað að tala þú veist, hann segir eitthvað, hefurðu heimsótt Bandaríkjanna? Og ég bara, nei, og hann alveg, viltu ekki koma að heimsækja það, þú veist? Ég bara, nei, ég bara eiginlega hef bara engan áhuga að fara. Og hann alveg, akkurru? Ég bara, ég bara líst ekkert á forsetann og þú veist, ég styð ekki það sem hann er að gera. Og ég ætla bara ekkert að hætta mér að fara þangað út og ég vil heldur ekkert fara þangað út, þú veist, og styðja hann og hans land með að hann er að valda bara miklu tjóni.
og hann alveg bara, þú veist, honum fannst þetta bara svo skrítið og hann alveg bara, please, bara ekki segja mönnunum hérna hliðina að þú sést múslimi. Og ég alveg bara, ok, hann alveg bara ekki. Þeir eru sko harðir þarna stuðningsmenn Trump. Og ég bara, þú veist, og ég nennti ekki. Ég alveg bara, já, ég læt að vera. Ég nenni ekkert að vera að skapa eitthvað vesen. Þú veist, við erum að skemmta okkur. En það er samt svo sárt. Þú veist, að finna fyrir þessi tilfinningun að þú nennir í rauninni ekki að berjast fyrir þínu, þú veist, fyrir það að vera þú. Og þetta er svo steikt, skilur, að þú ert alltaf, ég hef alltaf verið, ég er stolt af því það sem ég er. Ég vil gera gott og ég skammast mín ekki fyrir, þú veist, ætterninna. Og þannig að þegar kemur að þessu, að þurfa í rauninni að bakka bara til þess að hlífa geðheilsunni. Þú veist, maður er alveg bara, ok, þetta er orðið kannski, þú veist, pældi í hvað þetta orðið hversdagslegt eitthvað. Þegar þú bara nennir ekki lengur að þurfa að sanna þig fyrir fólki. Ertu eitthvað minni Íslendingur heldur en ég, Asra? Ég get ekki sagt það. Ég fædd hérna uppalinn, tala reiprennandi íslensku. Ég tek þátt í öllu sem ég get gert, svona störfum og svona íslensku hefðum einnig. Það eru haldin 3 jól á heimilinu mínu. 2 sem sagt múslimskt jól og 1 bara venjulegt. Ég er eins íslensk og ég get verið, fyrir utan það að foreldrar mín eru bara ættaðir frá öðru landi. Hvað er hægt að gera til að koma í veg fyrir þetta? Bara alla þessa fordóma sem eru gagnvart múslimum á Íslandi. Hvað geta Íslendingar gert til að koma í veg fyrir þetta? Íslendingar geta í rauninni bara opnað, þú veist, að vera bara að horfa á þetta með gagnrýnum augum. Það er í rauninni, það er það sem er að gerast svo mikið núna, það sem ég hef verið að sjá. Það er að æðri, þú veist, menn, pólitíkusar kannski, koma með svona svolítið fordómafull ummæli. Og það er eins og það gefi bara samfélaginu grænt ljós, eða bara skotleyfi á alla minni hlutar hópa. Sem eru þá innflytjendur, þú veist, múslimar, hvernig sem það er, sem eru kannski bara, þú veist, eru bara minna settir í virðingarskalanum. Kommentakerfin, þau eru svona eins og undirheimar fjölmiðla og fréttamiðla. Þar þrífst svo mikill viðbjóður og þar einmitt átti eftir að finna eitthvað Sigurð sem reyndar fæddur uppalinn Íslendingur, bara búsettur í Danmörku svona, alls ekki innflytjandi. Hann er Íslendingur og hann býr í Danmörku. Þar sér að hann segja þessi helvítis innflytjendur alltaf að stela, taka upp störfin, lifa á bótum og hann vilji sko ekki fleiri innflytjendur til Danmörku. Af því hann er hvítur og svona hörund. Þá er hann bara alveg svo norðlendingar, þú veist, norðmennir og má búa í Danmörku. En að því að segjum bara Múhameð eða, já, Múhameð flytur þangað, frekar dökkleitur, frábrugðinn, þá má hann ekki búa þarna. Og þá er hann strax orðið vandamál. Ég er frekar heppin, ég er nefnilega frekar svona hvít og mjög hversdagsleg, annað en það að ég er frekar dökkhærð og náttúrulega með brún augu, sem er svona svolítið öðruvísi en Íslendingarnir. En það sér það enginn á mér, fyrir en ég kannski segi nafnið mitt. Þá fer fólk að pæla alveg, já, ok, þú ert eitthvað öðruvísi. Hvaðan ert þú? En þú talar svo góð íslensku. Og ég fæ alltaf spurninguna, hvenær komst þú til landsins? Ég er bara fæddin uppalinn. Þú veist, ég er bara algjör Íslendingur. Og þá er það alveg bara, ok. Því nafnið mitt er svo öðruvísi, þá gefur það svo mikið margt annað til kynna. Og það er svona eins og þegar fólk talar, sem sagt, opinberlega, og margir pólitíkusar sem hafa leyft sér að vera með svona svolítið fordómafull ummæli. Og þá skilurðu, þú veist, af því að þetta eru svona útlendingamál, það er einhvern veginn eins og það sé í lagi. Þú veist, en ef eitthvað pólitíkus færi að tala um samkynhneigða, það væri aldrei leyft, það myndi aldrei þrífast. Það verið strax lagt niður í rauninni þessu umræða. Hún fengi ekkert að vera þarna. En af því þetta er einhvern veginn innflytjendur og útlendingar, þá finnst mér eins og það sé einhvern veginn bara ok, þó auðvitað eru margir sem eru náttúrulega, eru á móti sér náttúrulega umræðu og styðja náttúrulega baráttumál innflytjenda og allt það, en
En svo, þú veist, mér finnst ég alltaf sjá bara þetta. Svona að lokum Asra, hvað hefur að segja við það fólk sem talar þig sem hryðjuverkamann af því þú ert múslimi? Í rauninni þá segi ég bara við þetta fólk að það þurfi aðeins að fara að skoða sig og fara aðeins að fara að líta á heiminn með gagnrýni hugsun og sjá það að nafnið mitt ekki endilega það sem, og trúið mér sé ekki það sem skilgreinir mig. Þó ég sé ungu múslimi hérna á Íslandi, kona, fædd uppalinn samt hérna á Íslandi og þó ég hafi aldrei svo sem iðkað trúna mína sem eitthvað sérstakt, sem eitthvað heilagt í rauninni, þá spyr ég mig samt ennþá, ef ég myndi fremja hryðjuverk, hver yrði fyrirsögnin? Yrði það ung kona eða ung múslimskona? Og mér finnst þetta spila svolítið stóran þátt í því hvernig samfélagi virkar og hvernig fjölmiðlar hafa virkilega áhrif á skoðanir fólks og hvernig þau geta mengað fyrir eins og sumir eru bara fáfróðir, sumir vita bara ekki betur. Og þess vegna finnst mér svo mikilvægt að fjölmiðlar og fólk tali með staðreyndum og erum gagnrýnin og það er eina sem við biðjum, það er bara að vera gagnrýnin og meta út frá því sem þú sérð sem er persónan í rauninni en ekki sem eitthvað ákveðið þarna fyrirfram staðalímynd. Takk fyrir komuna, Asra. Takk fyrir mig.